Trans. Við höfum flest heyrt þetta orð, en förum samt aðeins yfir þetta svo við séum pottitt öll með þetta á hreinu. Trans er í rauninni regnhlífar heiti yfir fólk sem er með kynvitund sem samræmist ekki því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu. Þeir sem hafa aldrei efast það kyn sem þeim var úthlutað eru sískynja. Margt fólk ruglar saman orðunum transkona og transkall, en transkona er í rauninni kona sem upplifir sig sem konu en var úthlutað karlkyni við fæðingu og transkall er þá karl sem upplifir sig sem kall en var úthlutað kvenkyni við fæðingu. En transmanneskjur eru jafn ólíkar og þær eru margar og við ætlum að kynnast nokkrum þeirra í þessum þætti. Það er alveg ótrúlega margt sem er hægt að tala þegar kemur að málefnum transfólks, en mér langaði að byrja á því að tala við þau Alexander Daniel og Stefaníu Töru, en Alexander er transmaður og þau sögðu okkur aðeins frá því hvernig það hefur verið fyrir þau sem par að fara saman í gegnum þetta kynleiðréttingaferli. Við byrjum eiginlega saman áður en ég kom út, svona... Samt eiginlega alltaf á sama tíma, bara gerðist allt. Ég ætla í allar aðgerðir sem eru í boði. Það eru til tvenns konar neðanbeltis aðgerðir. Ég er semst búinn að velja aðra þeirra sem tekur skinn af læri og býr til typpi úr því. Svo eru tengdar allar leiðslur. Þú getur pissa standandi. Já, það eru í rauninni margar áhættur sem maður tekur með þessu. Það er semst sú sem ég er búinn að velja er meira að segja áhættu meiri hvað varðar kynlíf. Það er ekkert víst að maður getur fengið fullnægingu, til dæmis. Af hverju valdirðu þessa aðgerð umfram hina? Að ég er með stærra typpi. Reality, þú veist. Hitt getur verið svona lítið, skilurðu, en já. Það er mjög skemmtilegt að fá svo spurninguna þegar hann kemur út sem trans. Bíddu, ert þú ekki lausa? Já, ég var nú aldrei búinn að staðfesta það sko, en nei, ég held að sé rosa mikið í svona samböndum bara persónuleikinn. Og það er það sem, það er alveg sama manneskjan þó hann sé með annað nafn sko. Það er eina sem breyttist. Og kannski fáskegg eða... Já. Svolítið svona loðnar útgáfa af dóttirinni. Það er eiginlega svolítið svoleiðis. Auðvitað koma tímar þar sem ég bara við það gefast upp sko. Þetta er alltaf erfitt og akkur er ég að ganga í gegnum þetta allt saman og þú veist, akkur hafi verið að vera svona stíðsug en þegar maður er komið svona langt þá er þetta er bara, það er ekki til neitt betur en þetta. Flestir sem eru trans tala að hafa fundið fyrir því frá unga aldri, en margir kom ekki út fyrir en miklu seinna. Ronja er 6 ára transstelpa en það eru 2 ár síðan hún fékk leyfi til að vera hún sjálf. Það er byrja allt með fundi í leikskólanum. Það sem við sátum með deildarstjórunum hennar og sálfræðing sem fór bara að segja okkur frá því að þetta gæti verið eitthvað meira bara tímabil. Hún var alltaf í pilsi með buff sem pils eða buff sem hár. Bara alveg frá því hún byrjaði að tala, sko, þá var hún búin að tala sig sem stelpu og því var ekkert breytt. Sko. Vanlíðan hjá henni líka þá var það mikil að benti mikið til þess að þetta væri ekki tímabil. Hún væri bara í röngu líkamann sko. Hvernig lýsti það sér? Það var alla skapið henni. Hún var mjög þung í skapinu og alltaf í fílu. Mjög skapstór. Borðaði alltaf mjög lítið. Af því hún var alveg sem hún geti minnkað, fara aftur í magan á mér og fæðist sem stelpa. Bara með rétt kynfæri í rauninni. Og skammast sín hreinlega fyrir að vera í strákafötum og leið alltaf illa bara, maður sá það á henni. Við fengum fund hjá Sigurbirni, samtökunum. Hún sagði okkur að gefa henni leyfi í rauninni fyrir því að vera stelpa, bara næstu hún bað um það. Þegar að frelsi kom að fá að ganga í stelpufötum, hvað lettist mikið á henni. Þú veist, þá ljóma hún öll. En höfðu þið mikið heyrt trans eða þekktu það? Nei, ekki neitt. Nei, maður vissi bara ekki neitt.
Maður heyrir stundum fólk einhvern veginn heldur að foreldrar sé að ýta börnunum út í einhver átt. Það hefur þá alls ekki verið svoleiðis. Nei, það var alls ekki svoleiðis. Við vorum í rauninni að bæla þetta svolítið niður hjá honum fyrst, sko. Í rauninni. Kannski bara þegar maður veit ekki betur, Já, maður veit ekki betur, sko. Þannig við málið, þú veist, hún var alltaf að suða eftir, þú veist, bleikum fötum og fá pils og kjóla og það var alltaf neita hann það. En hún gekk alltaf í sokkabuxum og stuttbuxum. Það var einu föt sem hún vildi í, af því að þetta líkti svolítið til pils. Ég held að það væri enginn sem myndi giska á að það væri neitt annað sem kemur til greina en að Ronja væri bara Ronja, sko. Maður getur ekki alveg skilið hvernig fólk getur verið á móti því að barn sé bara hamingjusamt, sko. Ertu ekki bara nokkuð sátt með lífið, Ronja? Jú. Að vera trans er ennþá skilgreint sem geðsjúkdómur. Margt transfólk er ósátt við það og líka hvernig greiningaferlinu er háttað, en það er Óttar Guðmundsson, geðlæknir, sem hefur yfirumsjón með ferlinu. Hvernig er það metið hvort að einstaklingur sé nógu trans? Sko, það er í sjálfu sér mjög flókið og ekki svo flókið. Og málið er náttúrulega það að við getum sko ekki, það er engar blóðpröfur til. Það er engar röntgenmyndir til, eða neitt því. Það er ekki eins og til sko, alveg svona spurningaskema sem að fellur út þannig að þú sért annað trans eða ekki trans. En það sem að við göngum gríðarlega mikið út frá, það er náttúrulega það sem er mjög miðlægt í öllum þessum transfræðum. Og það er þetta fyrirbæri sem heitir kynami. Það er bara þessi vanlíðan með sitt eigið kyn og sín kyneinkenni, sína persónu, sína kynvitund og þvíumlíkt. Það að fara í kynleiðréttingarferli, þetta er sennilega erfiðasta breyting sem hægt er að gera á lífi sín. Það er alveg sama hvað mann dettur í hug að gera. Það er ekki hægt að gera erfiðari breytingu. Og þetta er breyting sem að þýðir, það er alls konar rask sem verður í fjölskyldunum, maður mætir alls konar fordómum þó þær hefur minnkað gríðarlega mikið. En þetta er mikil vandamál. Þetta er erfitt ferli. En vegna kynamans og vegna þess að manni líður svo mikið betur í sínu kynhlutverki, þessu kynhlutverki sem maður telur sig til þess að hafa tilheyrt frá upphafi þó maður fæðst inn í eitthvað annað, að það er þessi vellíðan sem í raun og veru gerir það verkum að við setjum þessa greiningu. Finnst þér ekki skrítið að ákveða fyrir fólk hvað það er? Jú, mér finnst það alveg út í bláinn að vera að taka það ákvörðun. Mér finnst eiginlega að ég aldrei hafa gert það. Mér finnst að fólki hafa alltaf tekið þá ákvörðun sjálft. Og svo er ég bara fyrst og fremst að reyna að hjálpa þeim að hrinda þessu í framkvæmd. Henry Steinn er ungur transmaður en eftir að hann var kominn út sem trans þá var hann óléttur. Þannig að hann er hugsanlega eini íslenski karlmaðurinn sem hefur gengið með barn. Ég var búinn að vera svona það bil ár í leiðréttingarferlinu og var rétt það bil að fá grænt ljós á hormóna þegar að ég var síðan óléttur og það setti bara allt ferlið á bið. Hvernig var það einhvern veginn að vera karlmaður að gangi í gegnum þetta ferli sem að einhvern veginn er svo mikið tengt við kvenleika, þú veist, yfirleitt? Já, ég lét mér rauninni bara hafa það á meðan, bara það sem ég þurfti að gangi í gegnum, skilur við. Ég var til dæmis ekkert að leiðrétta fólk út í búið, sem ég þekkti ekki. Ég bara nefndi ekki, ég ger mér alveg grein fyrir þetta mjög tengt kvenleika þessi hlutur, þannig að ég bara skreiði í gegnum þetta. En sér það væntanlega ekki eftir því í dag? Ó nei. Ég hef aldrei haft efasemdir út í það, sko. Pabbi. Hæ. Nei. Ég er semst búinn að vera á hormónum og ég er búinn í brjóstnámsaðgerð, ég fór í hana í október.
Ok. Ég var bara líkt á svona. Já, nákvæmlega. Það er þetta þá sem ég myndi vilja laga. Ok. Ég svona bunga út hérna. Og það. Einmitt. Þarna er bara svona en þú ert bara alveg með geggjaðan brjóstvasa. Já, þetta það var svona smá áhættu tímabil þarna stutt eftir aðgerð hvort að hægri geirvarpan myndi lifa það. Ok. Það hefði verið svolítið leiðilegt ef hún hefði bara allt í henni gott eða. Hvernig upplifðir þú þetta ferli? Þú byrjar á að fara þetta viðtal og svo hefst þetta nokkra mánaða eða nokkra ára ferli sem að tekur við þá þú mátt breyta nafninu og allt svoleiðis. Þú þarft að fara nokkrum sinnum og hitta geðlæknir sem þá yfirleitt í flestum tilfellum óþarft. Það þarf alltaf að greina okkur með geðröskun. Fannst þér erfitt að þetta væri svona greining? Já, sko, jú, þegar ég pæli í því þá náttúrulega þá ýtir það svolítið undir það að fólk getur notað það gegn manni. Að þú ert bara geðröskur, skilurðu. Þetta er bara geðröskur. En hins vegar skil ég líka alveg að það þurfa að vera einhver greining á þessu upp á tryggingapartum. Að sjúkratryggingarnar, ef þær hafa ekkert til þess að skýra þetta, til þess að pinpointa þetta niður einhvers staðar, að þá geta þær ekki hjálpað. Já, ég skil þig. Þrátt fyrir að við séum komin nokkuð langt, þá lendir transfólk samt ennþá á veggjum víða, til að mynda í tengslum við sund og almenningssalerni og varðandi nafnabreytingar svo fáein dæmi séu nefnd. Ég heiti Dalvin Smári og er 18 ára nemi á öðru ári í menntaskólanum við Sund. Ég er mjög hrifinn af íþróttum og bara fatnaði tísku, æfði fótbolta í mörg ár. Þegar ég var 7 ára var ég í smáralítið mömmu og ég sagði mömmu, hei, nennirðu að kalla mig Kristján? Mér fannst það passa við mig og það var allt svona eitthvað, var ekki alltaf að passa svona að ég var yngri og það fór eitthvað svona líða undarlega og allt bara tengt skóla og íþróttum og mamma hélt að ég væri bara strákastelpa en það var þetta miklu meira en það. En fannst vinum og fjölskyldu þetta þá ekki alveg mega sens þegar þú komst út? Já, svona flestum þeir nánustu voru alveg, já ég vissi þetta alveg. Það er bara gaman að þú getur verið þú. Já. Hvert er svona aðal mótlætið sem þú ert að lenda í? Já, ég hef gengið illa með nafnið mitt í skólanum. Ég hef ekki fengið að láta kalla mig þann sem ég vil. Skólameistarinn vill ekki breyta nafninu inn í kerfinu. Og er þá verið að lesa upp í rauninni í tímum með gamla nafninu? Já, og bara þú veist, ég sé að pósta frá skólanum, frá einkunnir, alltaf, þú veist, gamla nafnið mitt. En hvernig er tilfinningin þegar þú ert lesin upp með gamla nafninu? Það er alveg svona stingur í hjarta, sko. Þetta er eitthvað sem ég hef gengið lengi í gegnum og vill bara, þetta er ég og ég vil koma þessu fram. Og mér finnst bara eiginlega hallærislegt hvað þetta, þú veist, þarf að vera mikið vandamál. Þetta er bara nafnið mitt persónulega og þá bara að vera þannig. Hefurðu hugsað að skipta skóla, jafnvel? Já, en ég valdi alveg sérstaklega MS út af náminu og hvernig settur upp námið og ég hef mikinn áhuga það sem ég er að læra. En það myndi, taka smá á, en ég held samt ég mun bara klára þetta og reyna að vera jákvæður og verðast í gegnum það. Það er ótrúlega skýrt í mínum huga eftir að hafa talað við alltaf fólk að það upplifir ótrúlega mikinn mun á lífi sínu og frelsi eftir að það gat verið það sjálft. Þannig ég skil ekki hvers vegna nokkur ætti að geta verið eitthvað á móti því. Þetta snýst bara um eitt og það er lífshamingja.